Landvernd lýsir yfir vonbrigðum með úrskurð umhverfisráðherra vegna álvers í Helguvík. Framkvæmdastjóri samtakanna segir fyrirheit Samfylkingarinnar fagra Ísland farin í vaskinn. Þórunn Sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra staðfesti í gær umhverfismat Skipulagsstofnunar vegna álvers í Helguvík og vísaði frá kæru Landverndar vegna málsins. Hún sagði að niðurstaðan væri sér ekki að skapi en hún yrði eins og aðrir að fylgja lögum. Framkvæmdastjóri Landverndar vonsvikinn. Það eru auðvitað ákveðin vonbrigði að ráðherra skuli ekki telja sig hafa meiri heimildir heldur en raun ber vitni í þessum úrskurði og þegar maður horfir á eftir fara Íslandi fara í vaskinn þá veltir maður því fyrir sér hvaða heimildir töldu menn sig hafa þegar fara Íslandi var teflt fram. Bergur segir hins vegar jákvætt að umhverfisráðherra ætla að beita sér fyrir lagabreytingum í umhverfismálum. Það nú þannig að umhverfisréttur á Íslandi hann stendur mjög höllum fæti gagnvart eldri rétti og þá við eignarétti og atvinnurétti. Og það mál til komið að umhverfisrétti verði tryggðar betri stoðir og ekki síst í stjórnarskrá. Og það sjálfur sér ef að þessi kæra leiðir það af sér að það verði gert að þá hefur svo sannarlega kæran borið árangur. Hann telur að þrátt fyrir úrskurðin sem vonbrigði fyrir Landvernd séu samtökin enn vongóðum að ekki verða framkvæmdum Norðuráls í Helguvík. Já, álverið náttúrulega jafn rafmagnslaust og fram til þessa. Orkulindirnar sem horft til, þær eru í landi sveitarfélaga sem hafa lýst yfir að þær vilja nota orkulindirnar sína sjálfar. Það þarf að fara með línur í gegnum 9 sveitarfélög, meðal annars í gegnum Hafnarfjörð og þar var nú rík andstaða við háspennulínur í kosningunni í Hafnarfirði stækkunni í Straumsvík og það getur veltið fyrir sér hvort Hafnfirðingar séu ekki í raun búnir að hafna þeim áformum með þeirri kosningu. Þannig að það langt í land